Hvernig er bara tilfinningin? Bara geggjuð. Alltaf geggjað að vinna í grannarslagi og já, ég er bara mikil sigur við maður núna. Við erum bara að tala um þess að stuðningsmenn þetta. Þeir mættu og létu vel í sér heyra. Já, þetta er ómetanlegt stuðningurinn sem við fáum hérna. Gerist við ferðin á Akureyri og það var örugglega ekki mínúta sem það heyrist ekki yfir allan leikinn. Hvernig var að spila þennan leik? Bara geggjað, við vorum saman í öllu. Við börðumst fyrir konan allan tíman og bara, já, þvílík orka í liðinu og ég gæti ekki verið stoltari með. Þið lendi undir í leiknum, það virtist ekki hafa neinn sérstök áhrif á ykkur? Nei, við bara svolítið klaufalegir í fyrsta markinu og við vissum að við þurftum að vera bara sterkir andlega og í návíum og svona. Þannig að við kennum bara áfram og sem betur við skilað sér. Rafnar jafnar leik, svo kemur þú ykkar mönnum yfir í taktu með hans í gegnum þetta mark sem þú skorar. Ég veit það, ég sá að hann ætlaði hamrunum í teginn, þannig ég ætlaði að reyna að fara á fjær. Svo skopar hann einhvern veginn inni og hann lendir svona fallega á hægri og já, ég hef aldrei skorað ára með hægri, þannig að það var ótrúlegt að hann fór inn. Besta skot ferilsins með hægri eða? Já, 100%. Bara þú veist þessi byrjun á mótinu hjá okkur, þetta er bara hörku fín byrjun hjá okkur. Já, ógeðslega sáttur. Byrjum á tveim tapleikjum sem, við vorum mjög softi í Njarðvíkurleiknum, þurftum að rífa okkur upp og mér finnst við að gert það frábærlega. Smá svona hyggst í seinasta leik, en við verðum bara að halda áfram. Þið mætið eitthvað fyrir liðsfélagi í Juan, hvernig er að spila á móti honum? Það er alltaf erfitt. Juan er mjög góð leikmaður og það var mjög gaman að spila með honum, þannig að já, ég veist að það er erfitt. Við sáum, þú veist, eins og veðri var og hvernig þetta var allt saman. Það var ágætt að þetta var spilað inn í Boga í dag. Jú, það var mjög ágætt. Ég kíkti aðeins út og ég gæti ekki verið annað en feginn. Það var tekinn inni. Ætlaðu að fagna almennilega í kvöld? Nei, það er bara að vinna í fyrirmáli og þannig að við verðum bara snemma að sofa. Takk fyrir þetta og til hamingju. Takk hérlega.